Jæja, góður hálsar, elsku börn og Nonni vinur minn. Nú ætla ég að segja ykkur sögur sem varða tímabilið, eigum að segja 80 til 85-6 eða 79-80 til 85-6. Varða líka bréf og meldingar ofan á Íslandi til Ameríku og við byrjum þar. Spurningin sem liggur í loftinu er hvort að þessar spár minna elskulegu kennara í Bloomington reynast sannar eður ei. Ég var undir það búinn að þær myndu rætast og þá hefst lesturinn því að ég sit hérna nánast í myrkri og með lokuð augun og byrst forláts ef að ég segi ekki allt er rétt röð eða svoleiðis eða gleymi einhverju. Það skiptir ekki öllu máli en aðalatriðin koma vonandi fram. Við byrjum þá bara svona. Ég fékk bréf í pósti til Bloomington. Það var frá Jóni Erni Marnóssyni, tónlistarstjóra útvarpsins. Þess efnis hvort að ég vildi hljóðrita með Sinfóníuhljómsveit Íslands í lok júní það ár, ætlaði ekki verið 80, hugsa ég, enda ætti Ríkisútvarpið þá 5 daga aflögu til hljóðritana og ég mætti ráða verkefnavalinu. Ég sagði bara já takk, sendi bréf hæl og stakk upp á að við hljóðritum Sinfóníu Sibeliusar númer 2 D-dur, 50 mínútur lengd, stór og mikil hljómkviða. Jón Örn skrifa á móti að það veri samþykkt og væri alveg upplagt í jóladagskrána síðar árið. Nú þannig að fyrsta bréfi sem barst mér að stjórna á Íslandi var frá Jóni Erni og Ríkisútvarpinu. Þá kom bréf haustið og þar var í forsvari meðal annara Helga Þórarinsdóttir, víóluleikari, svo mæta kona. Hún spurði hvort ég gæti tekið að mér að stjórna jólatónleikum hljómsveitar sem héti Nýja strengasveitin og var skipuð hljóðfæraleikurum úr Sinfóníuhljómsveit Íslands ásamt vinum sem kæmi heim í jólafrí frá erlendum hljómsveitum og ég þáði það með þökkum enda líka ætlaði ég mér að vera heima jólin og þeir tónleikar fór fram í Bústaðakirkju. Það var troðfullt, ég man það og eins man ég verkefnavalið held ég með að segja og jafnvel í réttu röð. Ég skulum reyna. Ég held að við byrja á symfóníu eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Þó er hún ekki að fara með tóntegundun en ég heyri fyrir mér e-mál. Síðan kom Adagio fyrir strengi eftir Samuel Barber, það Lament, áhrifamikið verk, frægasta verk Samuel Barbers.
þá kom óbókonsert og það var einmitt íslenskur gestur eins og ég heima á jólum og nú ég á hálum ís að því að ég þori ekki alveg að fara með nafnið en við skulum, ég giska á að það verið Sigríður Vilhjálmsdóttir, í öllu falli var hún óbóleikari, hvað var hún í Kóblens, það má vel vera einhverju slíkri borg í Þýskalandi, óbóleikari þar. Og býðum við var konsertin ekki eftir Händel, gæti verið. Og eftirhlið var Serenada í C-dur eftir Tchaikovsky. Það nú yndislegt verk, væga sagt, eins og Serenada Dvořáks. Og hvað var nú næsta bréf sem ég fekk að heiman til Bloomington? Já, það var nánast frá Atla Heimi Sveinssyni. Hann hafði, og þeir Jón Örn Magnússon hafði hist ég ætlaði ekki verið Efstaleiti, jú, Efstaleiti, og Atli hafði beðið að verk sitt könnun fyrir stóra hljómsveit og víólu yrði hljóðritað, það var komið tími til og einleikari yrði Ingvar Jónasson og hann baði mig að Guðmundur Emilsson yrði fengið til að stjórna þessu verki. Svo ég fekk eiginlega bréf frá Jóni og Atla, Jóni Erni og Atla. Og það voru síðustu dagarnir í júní sem útvarpið hafði til hljóðritana og við hljóðrituðum þetta mikla verk. Og síðan kom bréf á listahátíð til Bloomington og þá var ég beðinn að bara beinlínis að stofna hljómsveit eða skipa hljómsveit með mestu snillingum sem við ættum, sem væri úr yngri deild tónlistamanna, jafnvel en við nám í útlöndum eða við störf í útlöndum. Og ég gerði það, þetta var held ég eitthvað 30 manna hljómsveit sem ég bjóð til þarna út í Bloomington og sendi svo tillögur að verkefnavali til listahátíðar og það var allt samþykkt, áhöfnin og skipið. Og það var sem sagt líka í júní. Það hentaði mér vel að því þá var frí í skólanum, annars var ég öll sumur við nám. Sótti kursa á sumrin. Sumaráskólinn hétta. Býttu nú við, ég held að býði þið nú við, ég held að ég muni efniskarfana. Já. Nei. Ég frumflutti verk eftir Þorstein Hauksson við Ad Astra aðalega fyrir strengi, fallegt verk og minnistætt. Við fluttum verk eftir Ríkard Strauss, það sem Sigurður Í. Snorrason og Hafsteinn Guðmundsson voru í sólohlutverk og dúó koncertant hér það. Svo fluttum við Variaciones Concertantes eftir Ginastera frá Argentínu. Hér kemur eftirþangi, eftir á eiga. Ég gleymdi að minnast þess að á þessar efniskrá listahátíðar var einnig eitt dásamlegasta verk Mozarts, Sinfonia Concertante,
fyrir fiðlu, lágfiðlu í konserthlutverkum, strengjasveit, 2 óbó, 2 horn ef ég man rétt. Og ég man jafnframt að Atli Heimir var viðstaddur þessu tónleika og sagðist bara ekki trúa því þegar hann kom á tónleikana að þetta verk væri samið fyrir strengjasveit og bara 2 horn og 2 óbó. Hann hafði heyrt af hljóðritarinn af því og honum fannst alltaf vera fullskipuð hljómsveit, sem segir okkur náttúrulega hvað Mozart var mikill snillingur, kunni á hljómsveitina. Og það í sjálfu sér stúdíað að bara hlusta eftir hornum og óbóum. 2 horn, 2 óbó og ekkert annað. En einleikarar voru þær Stöllur Sigurlaug Eðvaldsdóttir. Þær Sigrún eru systur. Hún spilaði fiðluhlutverkið og nú ég enn komin Hálarnís til að vera, hún heiti Ásdís Valdimarsdóttir. Ég hef nú bara ekki alveg verið hérna á klakanum viðstöðlaust, þannig að ég er fann að ryðga í nöfnum. Nú næst held ég að fengið bréf til Blúendum frá ÖNM á Íslandi, Ung Nordisk Musik, Musikfest í Mannaki. Og ég var beðinn að stjórna þar 2 tónleikum og þar var í forsvari Snorri Sigfús Birgisson, annars flyst þessi hátíð á milli landa, milli höfuðborga Norðurlanda. Og það var alveg ægilegir tónleikar. Það voru 6 hljómsveitarverk valin á dagskrá og allt sem sagt ekstra nútímalegt og löng dagskrá í músíkmyndum talið. Og þetta nú svona eitt erfiðari verkefni sem ég hef komist í og þá var Sinfóníuhljómsveit Íslands sem að lék og þá voru 3 verk fyrir hlé og 3 verk eftir hlé. Þar á meðal verk eftir Esa-Pekka Salonen og hann var viðstaddur flutning og við kynntumst þannig og verðum mjög góði vinir og erum vinir. Það kom ýmislegt út úr því sem ég átti ekki von á. Eins og boðum að koma til Finnlands frá honum og fleirum að stjórna á Helsingi festivalinu. Nú þetta gekk bara ágætlega svona þótt æfingatíminn hafi verið naumur, afskaplega naumur. Og svo voru aðri tónleikar á símstjórna á þessari hátíð og það voru verk Tom de Leeuw frá Hollandi sem var kennari Snorra Sigfúsar Birgissonar. Hann var sérstakur gestur hátíðarinnar og auðvitað þegar koma svona gesti þá það bara yfirleitt gegnum klíkuskap. Snorri hefur séð til þess að hann kæmi ókeypis og það kostaði þjóðan ekki neitt að kynnast honum nema kannski flugfar. Svo gengur þetta nú fyrir sig á Íslandi eða gerði þá. Enn ekki komin eitt bréf frá Sinfóníuhljómsveit Íslands til mín, en það gerðist nú fyrir röst. Það kemur bréf, þar stóð hvort að mætti bjóða mér að stjórna áskriftatónleikum í apríl held ég með segja það árið. Og þar á bakvið var náttúrulega Þorkell Sigurbjörnsson því að hann var búinn að segja mér af því að hann var að semja sellókonsert sem heitir Ódysseifur snýr heim og hann ætlaðist til þess að ég stjórnaði því verki og hefði lagt pöntun þar að lútandi á skrifstofu Sinfóníunnar.
og á þeim forsendum fékk ég bréf frá symfóníinu að stjórna þessum tónleikum og ég man efnisskrána. Held ég megi segja, ég hafði hitt Magnús Blöndal Jóhannsson á flugvelli, Kennedy-flugvelli og tókum tal saman og ég spurði hvort hann vildi ekki semja verk fyrir þessa tónleika. Hann hefði þó ekki samið neitt lengi, vildi hvetja hann til dáða og hann samdi verk sem hérna bara Adagio og það var 8 frumflytast á þessu tónleikum en því var nú þjófstartað, var mér sagt mörgum árum síðar á einhverjum tónleikum hérna heima þá veturinn. En í öllu falli, í mínum huga var þetta frumflutningur. Sem sagt 2 íslensk verk frumflutt á tónleikunum. En þeir hófust á forleiknum að Pygmalion eftir Jean-Philippe Rameau, skemmtilegt og vel smíðað tónverk eftir meistara Rameau og fullt af rytmatæknibrellum. Ég segi hrín tæknibrellum því ég er svo leiður að ég heyra alla tala rytma, bæði skáld og aðra. Það eins og það sé svona allsherjar orð yfir takt, hrynjandi, hljóðfall og allt milli himins og jarðar, rytmi. Þetta byrjaði á forleiknum að Pygmalion og svo kom Adagio fyrir strengi eftir Magnús Blöndal. Þá gekk Hafliði Hallgrímsson inn á sviðið og frumflutti Ódysseifur snýr heim eftir Þorkel Sigurbjörnsson, glæsilegu sellókonsert, glæsilega fluttur af Hafliða vini mínum. Og eftir hlé kom Borodín symfónía nr. 2 í hámól. Fallegt stykki. Það skal tekið fram að bæði þessi hljóðrit, sellókonsert Þorkels og könnun Atla Heimis, komu út á vegum RÚV, Stefs, Íslenskrar tónverkamiðstöðvar. Svo varla hafa þessi 2 hljóðrit verið mér eða tónskáldunum til skammar. Eigum að segja það?